Komdu sæll og blessaður, kæri krabbi og þið öll sem eru að horfa og hlusta. Spilin ykkar eru komin á borðið, búin að draga þau fyrirfram til að spara tíma. Við skulum bara demba okkur beint í þetta. Það sem spilin er að sýna mér, kæri krabbi, það er hérna maður eða manneskja sem er að velta fyrir sér að hafa samband við konu eða aðra mannesku. Ég tala bara út frá kynjónum sem spilin sýna mér. Það má vera hvort heldur sem er. Þessi kona og þessi maður, þau þekkjast frá gamalli tíð, frá fornri tíð og tengjast jafnvel einhvers konar fjölskylduböndum eða vináttuböndum, koma úr sama umhverfi, geta verið úr sama hverfi, hafa alist upp á svipuðum slóðum eða umgengist svona sömu hópa fólks hérna áður fyrr. Og það er ákveðin fjarlægð á milli þeirra í augnablikinu. En þessi maður er að hugsa ákaflega sterkt til konunnar. Og mér sýnist eins og það sé verið að hann sé að velta fyrir sér að heimsækja hana eða allavega hafa samband við hana. Sú heimsókn, ef af henni verður í raun og veru eins og nýr hringur. Það er að segja, hann hefur verið þar áður. Þau hafa kannski verið í sterku sambandi, gæti verið sterkt vináttusamband eða ástarsamband eða einhvers konar sterk tenging. Þarf ekki að vera, og ég segi þetta vegna þess að storkurinn gefur mér alltaf sterka vísbendingu eitthvað sem snýr aftur, því það er í eðli hans að gera það. Fer niður til Afríku, skils mér, þegar að vetur er hérna á norðurhveli, en snýr síðan alltaf aftur í reiðri sitt, allavega hérna í Evrópu. Og storkar eru ákaflega trúir og tryggir sínum maka, sem að segja mér að það er sérstakt samband á milli þessar tveggja aðila. Þessi maður er að velta fyrir sér hvernig hann eigi að fara að þessu. Það er eitthvað sem gerir það að verkum að það er ekki eins auðvelt og lítur út fyrir að ganga bara hreint til verks og taka upp símann eða mæta bara á dyraþrepið. Það er einhvers konar útsjónarsemi eða það að vera svona, ég vil ekki nota orðið slægur, en að vera úrræðagóður, já, útsjónarsamur, til að koma þessu í verk, þessari heimsókn eða þessum samskiptum. Ef til vill veit hann ekki alveg á hverju hann á von, hvort að viðbrögðin á hinum enda línunar verði jákvæð eða neikvæð. En þessi spil lofa samt ákaflega góðu og það er mikið ríkidæmi hérna sem að bendi til þess að báðir aðilar hafa það gott og eru í góðum málum með sitt líf. Engin vísbending nein illindi eða leiðindi eða erfiða tilfinningar þeirra á milli, heldur hafa báðir aðilar bara tekist á við lífið af æðruleysi og tekist að byggja sér
nokkuð góða tilveru, skulum við segja. Og það á við fjárhagslega líka. Ok. Það er ekkert annað að gera fyrir þennan einstakling en að setja hugmyndir sínar í framkvæmd. Mér sýnist að úrslitin verði góð honum í hag. Það er að segja, þegar hann er búinn að hugsa þetta út í gegn, hvernig hann ætlar að fara að þessu. Engin ástæða til að bíða of lengi. Það er ef til vill, eins og ég sagði áðan, hann óttast ef til vill viðbrögðin og það er kannski vegna þess hver sjálfstæð þessi kona er og hversu gott hún hefur það í raun og veru án hans, því að mér sýnist hún vera einhleyp eða allavega kemur upp í spilunum sem slík. Og það að koma aftur og þessi storkur hérna segir mér líka að þetta gæti verið dálítið ferðalag sem að þessi maður þarf að leggja á sig og þá skilur hann á bakvið sig, það skilur eftir sig sem sagt, í raun og veru part af sínu gamla lífi. Þannig að þetta er ekki bara það að kíkja í heimsókn, þetta er svolítið stór ákvörðun og jafnvel eru pælingar hérna flutninga. Þetta getur verið flutningar innan lands en eitthvað segir mér að hér eru flutningar á milli landa allavega í mörgum tilvikum. Tilvera þessa manns sem virðist vera hérna í aðalhlutverki. Hún á eftir að verða mun betri heldur en sú sem var. Parturinn af því að hafa samband við hinn aðilann er sá að gera upp ákveðin mál úr fortíðinni. Horfa yfir farin veg, meta hvernig tókst til og ef til vill er eitthvað í fortíðinni sem þessir aðilar eiga sameiginlegt og þurfa kannski að ræða sín á milli, en eins og ég sagði áðan, ég sé ekki að það sé á neinum neikvæðum nótum, heldur aðilega kannski bara að rifja upp gamla minningar og svona skoða hvað hefur áunnist í lífinu. Þegar fólk er búið að eiga innihaldsríkt og gott líf, að líta þá tilbaka og hugsa hvers vegna tók ég þessa leið, hvers vegna tók ég þessa ákvörðun en ekki hina og svo framvegis. Þannig ég sé ekkert nema gott það þegar að loksins þessi sameining verður. Sameiningin sem slík kemur ekki upp hér í spilunum en miðað við jákvæða orku spilana þá trúi ég ekki öðru en að hún sé hérna framundan, kannski eilítið utan þessa tímaramma sem spilin sýna. En kæri krabbi, þetta eru falleg spil. Og ætla að láta þetta duga í bili, taka hérna eitt svona aukaspil, já, ok. Fullkomin tímasetning. Tímasetningin er rétt, perfect timing stendur hér. Það er verið að tala hérna að sína, kannski þurfa að sína þolinmæði og plana hlutina eilítið sem að mér sýnist þessi maður vera að gera. Eins hugsi og hann er hérna, djúpt hugsi. En síðan er bara spurningin hvenær af þessu verður og tíminn virðist bara vera réttur akkurat núna allavega til að hrinda hlutunum í framkvæmd.
Svo getur verið að það verði að taki einhver tíma að koma hlutunum í ákveðin farveg. Að lokum ætla ég að taka hérna eitt englaspil. Ok. Englaspilið segir vor. Að það sem þú ert að plana muni verða veruleika með vorinu. Það gæti verið næsta vor. Það gæti líka verið að þessar hugmyndir þínar séu það er að segja, í vororkunni, þar sem að allt að bruma og koma undan vetri, á byrjunarstigi. Þannig að hvort heldur sem þá lofar þetta góðu, kæri krabbi. Ég óska þér alls hins besta með þetta og ef þú vilt fá persónulegan lestur bara fyrir þig, þá hægt að hafa samband við mig á Messenger í gegnum Facebook síðuna Ljós og kærleikur.